fyrir þig. Komið þið sæl. Í dag búið að vera breytileg átt hjá okkur víða 3 til 8 metrar á sekúndu. Það fór þau upp í rúmlega 11 metrar á sekúndu með ströndinni fyrir norðan og austan en kaldast voru 11 stiga frost í Árnesi og hæst fór hitinn upp í rúmlega 6 stig í Kópavogi. En hér sjáum við það var víða sem var bjart vestanvert landið og voru smá él hér suðaustan til og einnig hér norðaustan til. En ef við skoðum síðan þróunina til morguns þá svona heldur að þykna upp vestanvert landið. Það eru hér smá skil sem koma að landinu á morgun með éljum eða snjókomu. Það svona víða létti til fyrir austan en hér sjáum við síðan víðáttu mikla lægð sem að fara að stjórna veðrinu hjá okkur eftir helgi. Sendir þetta smá úrkomusvæði hér að stríða okkur við suðurströndina, austanátt alveg marga daga í næstu viku en á hitasviðinu þá sjáum við erum í þessum kalda loftmassa með þessari miklu lægð hér þá hlýtt loft að koma en það ekkert að fara að ná til okkar neitt alveg að ráði það svona rétt svona kannski að sleikja með suðurströndinni. En hjá okkur núna í kvöld og nótt þá sjáum við hér áfram einhver smá él suðaustan til en hér skilin sem koma inn á vestanvert landi það bætir einnig í vindinn suðaustan 8 til 15 metrar á sekúndu á vestanverðu landinu á morgun. Víða útlit fyrir éljagang en á Snæfellsnesi þá alveg von á samfelldri snjókomu tíma þá einkum seinnipartinn. Á höfuðborgarsvæðinu þá gætu fallið einhver él og þá sérstaklega seinnipartinn á morgun og þegar líður á kvöldið á morgun að þá þyknar upp á norðvesturhlutanum og Vestfjörðum að þá von á snjókomu þar. Við sjáum hér víða að létta til austanvert landi en þó stöku él hér með ströndinni og hitinn svona frostmark en þegar líður á kvöld þá þetta færast til norðurs hér og á sunnudaginn þá svona einhver él eða samfelld snjókoma á norðvesturhlutanum léttir til hér suðvestan til. Þetta mestu háski hér austanlands þannig að það svona víða bjart í kortunum en það svona 5 til 13 metrar á sekúndu einna hvassast hér suðvestan og vestan til. Sjáum hér hitatölunar það svona hlýna hér norðvestan til en áfram frostmark hér norðaustanlands. Síðan eftir helgina þá þetta víðáttu mikla lægðasvæði sem kemur úr suðri, þá það stjórna austlægra átt hjá okkur, nú víða bjart fyrir norðan eða bjart með köflum hitum frostmark fram í næstu viku en hér syðra þá úrkomu með köflum allra syðst og þessi austlæga átt hún verður ekkit rosalega hvöss víðast hvar en þó allhvass vindur jafnvel hvass hér allra syðst. Það spurning auðvitað nær að færa sig aðeins til norðurs og þá svona hvessir á talsvert stærra svæði. Skoðum það betur þegar nær dregur. En í Evrópu, það svona frekar kalt að litast hiti svona frostmark víða í Skandinavíu en alveg upp í svona 7-8 stig jafnvel syðst. Sjáum hér að snjókoma eða jafnvel rigning og einnig hér meginlandi, það svona mesta Balkanskaga við Adríahafið norðanverðu Ítalíu, stöku skúrir á Íberíuskaganum og svona einna hlýjast þar í Evrópu en í Vesturheimum þá við að sjá lægðagang hér norðaustan til. Hitinn nær þó alveg nógu hátt til þess að þetta verði rigning í Bandaríkjunum en síðan yfir í snjókomu þegar komið inn í Kanada. Mestu þurrt og bara víða bjart hér suðvestan til og það þó nokkuð hlýtt í suðaustan til, þó nokkuð hlýtt í suðvesturhlutanum en við sjáum hér það strekkingsvindur með ströndinni þar og lægðagangur í vesturhluta Kanada. En hjá okkur á morgun það suðaustan 8 til 15 metrar á sekúndu og líkur á éljum víða vestanvert landið á morgun en jafnvel samfelld snjókoma á Snæfellsnesi seinnipartinn. Það að gera að fresta einhverju útivist á þessu svæði svona rétt á meðan þessi skilur að koma við sögu en víða létta til fyrir austan stöku él með ströndinni en annars ágætis veður. Segjum þetta gott í bili. Takk ykkur fyrir og verið sæl.